sem framfór á föstudagskvöldið. Á laugardaginn kemur fer fram önnur umferð SO Íslandsmótsins í rally og athygli vekur fram á sunnudaginn, þar að segja í gær. Þetta voru mjög erfið keppni í dag, já, eins og allar hinnar. Það snýst mikið líka akstursleikni, vanda sig. Þetta allt fært, engin börð eða stál sko. Þær eru svona, ég er dálítið laust í þessu, það er ómögulegt að segja hvernig þær keyrast til. Það er mjög laust í þeim og þröngar. Þannig að það geta að snúast í það að verða ófærar eða mjög greiðfærar. Annars held ég að svolítið akstursleikni hérna líka, þannig að það snýst láta það að bíllinn sé í lagi líka og ég sýnst vera svona óþarfa tillaup í margar þrautir hérna. Ég held að það sé 7. eða 8. brautin sem við fáum ágætt tillaup og það verður erfitt þarna í, held ég, 5. þraut sem verður ekki tillaup. Þú náður þínum fyrsta sigri í þessum gryfjum fyrir nokkrum mánuðum síðan. Hvenær fáum við endurtekningu á slíku? Ég ætla að vona að það verði í dag. Við erum sprautina mjög góðar og bíllinn ætti að vera í lagi núna. Búnir að æfa okkur aðeins, þannig að við stefnum ótrúður á fyrsta sæti. Sagði Björn Ingi sem er í 10. sæti í Íslandsmótinu með 2 stig. Haraldur Pétursson leiðir fyrir þessa keppni með 35 stig, Gísli Gunnar Jónsson í öðru sæti með 30, Guðmundur Pálsson í 3. sæti með 25 stig og Gunnar Ásgeirsson fer fyrstur í fyrstu braut. Og hann gerir hér mistök, aðeins 140 stig af 350 mögulegum. Ekki alveg með þá hreinu hvert hann var að fara hér og vantaði kannski pínulitla ákveðni. Og Gunnar Gunnarsson fór á eftir honum og fekk sömuleiðis 140 stig. Það var það Haraldur Pétursson, forystumaður í Íslandsmótinu, lýsing torfærunni árið 2002. Já, það er stutt eftir. Nei, 220 stig og 70 refsistig fyrir að ryðjast þarna við dekk. Það var Gísli Gunnar Jónsson. 5 stigum á eftir Haraldi í Íslandsmótinu. Þetta er greinilega erfitt og Gísli nær ekki nema 180 stigum fyrir lengdina og mínus 20 stig. Þá er það Ragnar Róbertsson, afar lunginn ökumaður og ekur í götubílaflokki. Þeir sem við vorum búin að sjá áður í sérútbúnaflokknum. Sjáið þið þetta. Gaf þeim bara langt nef og fór upp 350 stig og 75 refsistig. Það var Sigurður Þór Jónsson í sérútbúnaflokknum. Sérútbúnaflokkurinn er á mun gripmeiri dekkjum, stærri dekkjum heldur en götubílaflokkur og Sigurður er á leiðinni hér upp. Nei, var lítil skortur á ákveðni, 230 stig. Það var Björn Ingi. Og svona á að gera þetta. 350 stig refsilaust, stórglæsilegt hjá Birni Inga og hann tekur forystuna í fyrstu braut. Sjáið 75 stiga forskota Ragnar Róbertsson, Sigurður Þór Jónsson í 3. sæti, Guðmundur Pálsson 4. og Gísli Gunnar Jónsson 5. Og staðan breytist ekkert í annarri braut en við erum komin hér í 3. braut, þurfum að fara svolítið hratt yfir sögu og Guðmundur Pálsson sem er snillingur í að aka í hliðarhalla. Veltir bílnum sínum hér nánast en þó ekki alveg og er stopp hér og fastur, 150 stig. Þá er það Björn Ingi, 350 stig úr fyrstu braut, 350 úr annarri braut sem og flestir aðri keppendur. Hann er þó aðeins að riðlast hér á dekkjunum og vantar hér sprengikraftin til þess að klára þessa braut. 210 stig mínus 70, 140 stig. Sigurður Þór Jónsson upp á 350 stig mínus 65. Það var Gísli Gunnar Jónsson. Aðeins kominn spor í hliðarhallan og hann hengir hér vel fyrir ofan og snertir ekki dekkin heldur ryður þeim niður með möl og sand og það er aðeins snerting við endadekkið. Mínus 10 stig og hann tekur forystu hér með 850 stig. Er þó ekki nema 10 stigum undan Birni Inga sem er í 3. sæti. Sigurður Þór Jónsson er annar 5 stigum á eftir Gísla Gunnar Jónssoni. Og við stökkum yfir braut þar sem að staðan breyttist ekkert og förum hér í 5. braut og það er Ragnar Róbertsson í braut sem er valla fær götubílunum en hann fer þó hér furðu langt, 220 stig mínus 70. Þá er Sigurður Þór Jónsson. Byrja nú á því að taka niður dekk þarna að óþörfum á eiginlega að segja í upphafi.
og tekur síðan bæði dekkin hér í endalið, tapar 60 stigum, 350 fyrir lengd en með 1485 stig. Það er stýrið. Stýri byrja hjá Haraldi eins og síðast og hann á í mesta basli með að hafa stjórn á bílnum og það gerir það að verkum hann fer ekki hér upp, aðeins 240 fyrir lengdina, mínus 20 stig, þá er Gísli Gunnar Jónsson, er í forystu. Gert, þetta er refsilaust ennþá og stýrið í lagi hjá honum, 350 stig, 1550 er öruggur í fyrsta sætinu og þá er það Björn Ingi. Þetta er braut númer 5. Björn Ingi að keyra niður allt og mörg dekk, tapar 65 stigum. Gísli Gunnar Jónsson með 1550 stig, Sigurður Þór Jónsson í öðru sæti með 1485 og Björn Ingi í þriðja sæti 5 stigum þar á eftir. Það er alltaf limbúið ennþá. Þetta er nú ekki búið. Mér finnst þetta að vera harður slagur annarsætið allavega. Gísli náði smá hórskoti fram fyrir mig hérna í 5. braut. Þannig að það er spurning hvað hinnar þrjár verða eftir. Heldur að þú vinnir þetta? Ég reikna með því sko, eins og staðan er núna. Ég bara trúi ekki öðru. Nema að koma eitthvað stór og helst upp á bílið eða eitthvað. Sagði Gísli Gunnar Jónsson rétt áður en að fór að stað í tímabrautina. Fyrir besta árangur í tímabraut fást 300 stig og Gísli er vanur að keyra hratt í tímabrautum og það eru mikil átök. Annar besti tími gefur 270 stig, þá 250 og síðan 240 og þeir sem ekki ljúka við brautina fá hlutfall þeirrar vegalengdar sem þeir fara af lakasta árangri þess sem lýkur brautinni. Og Gísli er á frábærum tíma hér. Aðeins ein beygja eftir og hann fer hér á toppinn og þó hann endi á hjólunum þá er hans tilraun í þessari braut lokið. Reglur eru þannig að velti torfæri bíl að þá er hans tilraun lokið. Það geta orðið skemmtir á veltibúri og Gísli fór 95% brautar. Þetta var mjög óvænt, ég eiginlega skildi ekki. Hann náði að snúa sér bara niður, bílinn hann, fór bara hratt í beygina. Ótrúlegt alveg. Þetta er eitthvað sem maður reiknaði ekki með. Þá er það Guðmundur Pálsson. Og þetta þýðir það að Gísli Gunnar Jónsson fær 95% af þeim... Nei. Búinn að sjá Íslandsmeistarann frá í fyrra fara hér á toppinn og ætlaði sér það sama að láta hann bara renna ofan á moldinni en gripið var mikið þarna. Björn Ingi eigir nú möguleikan á því að ná aftur forystu í þessari keppni. Það er ljóst að Gísli fær 95% af svona cirka 200 stigum. Það þýðir 190 stig. Björn Ingi á möguleika á 300 stigum. Ná hann besta tíma. Og þar með að komast upp fyrir Gísla Gunnar Jónsson. Og vandar sig hér. Og tíminn hjá honum 40,93 og það er besti tíminn til þessa og Sigurður Þór Jónsson óheppinn, hann er í baráttu við Björn Inga og Gísla Gunnar og það er sprungið hjá honum vinstra megin að framan og það þýðir að síðasta beygjan sem er til hægri reynist honum erfið. Bílarnir harðlæstir, öll hjólin snúast nákvæmlega jafn mikið og þegar að svona gerist loftið fer úr en þá verður ekkert grip á þessu dekki og hann tapar tíma hér og hann tapar ógrynja tíma, 48-14. Æ. Og þetta þýðir það að Björn Ingi fjarlægist aðeins, kemst upp fyrir hann og þá er það Haraldur Pétursson. Það er eiginlega borin von fyrir hann að komast upp í slaginn fyrsta sætið. Eftir þessar bilanir sem hann fór að gera vart við sig í annari umferð, þar sem hann stýrið bilaði hjá honum, að þá hefur Haraldur ekki alveg haft fullkomna stjórn á músónum og það var reyndar ekki nema vika sem hann hafði til þess að kippa þessu í liðin en Haraldur Pétursson nær nú samt sem áður besta tíma hér, 40,28 og Björn Ingi hefur tekið forystu, er með 25 stiga forskot á Gísla Gunnar Jónsson og Sigurður Þór Jónsson er 25 stigum þar á eftir og ein þraut eftir. Ég tók tímabrautina og þótt sem hún ganga alltaf aftur á þessum dag, vonandi þetta sem hún komast í gíri nú. Og þessi verði ekki greiðfær strax, þannig að það sé eitthvað möguleiki að vinna þetta kannski á þessari. Þú átt ekki von á að vinna núna? Nei, ég er búinn að tapa því sko.
Fekk lélegast að því ég klára ekki brautina, sko, tímabrautina, það er mjög slæmt. En ég held ég haldi að öðru sætinu, ég reikna með því. Já, ég bara vona að bíll sem er að fara, það fari styttra en ég. Þannig að það kemur bara ljóst hvað verður. Og bíllinn sem er að fara, það er einmitt Björn Ingi og hann er í síðustu brautinni kominn yfir upphafshindrunina og síðan fengum menn svolítið frjálst hér að loka hindrinu og hann vill fá pekk frá áhorfendum. Mögulega annar sigur hans í torfæru í augsýn og hann lýkur þessari þraut á 350 stigum. Hann tók það! Hann tók það, þá held ég að hann sé búinn að ná öðru sætinu af mér. Þannig að nú er bara að reyna að starta þriðja. Já, Björn Ingi sigurvegari í þessari þriðju umferð og Sigurður Þór Jónsson hafnar í þriðja sæti með 2375 stig. Haraldur Pétursson verður að gera sér á góðu fjórða sætið og aðeins 10 stig í slagnum Íslandsmeistaratitilinn. Gísli Gunnar Jónsson lendir í öðru sæti hér og fær fyrir það 15 stig og þar með eru þeir efstir og jafnir með 45 stig í Íslandsmótinu. Og í götubílaflokki að þá hafnaði Gunnar Gunnarsson í öðru sæti en sigurvegari í þeim flokki var Ragnar Róbertsson. Heyrðu, þetta tókst. Það hafðist í dag. Mátti líka alveg eftir fyrstu tvær. Gekk svo hræðilega. Nei, af hverju hafðirðu þetta núna? Það var allt í lagi hjá okkur og bara maður var langþreyttur og keyrði bara fast sjálfur, sko. Það þurfti að vera mjög ákveðinn í keppninni og ég held mér að tekist það eiginlega í flestum brautum, þannig að þá hefst þetta. Nú er gaman. Svona átt að vera. Já, hann er kominn með blóðbragð eftir 2 sigra í torfærunni. Gísli Gunnar Jónsson annar, Sigurður Þór Jónsson þriðji, Haraldur Pétursson fjórði, Ragnar Róbertsson sigraði í götubílaflokki og staðan í Íslandsmótinu Haraldur Pétursson og Gísli Gunnar Jónsson báðir með 45 stig. Guðmundur Pálsson með 29 og Sigurður Þór Jónsson með 28 stig. Bjarki Reynisson í þriðja sæti í götubílaflokki. Björn Ingi fær sína aðstoðarmenn í heimsókn hér. Það er ekkert minna en kók. Komið sæl, Birgir Þór heiti ég. Þeir eru að horfa á Vísir.is Motorsport. Á laugardaginn kemur 10. ágúst fer fram 4. umferð Íslandsmótsins í torfæruakstri, Lýsing torfæran og við rifjum upp það helsta sem hefur gerst í sumar.